Þetta var svona ekki creepy. Það var mjög creepy. Takk. Jæja, það er komið að þessu enn og aftur. Kemur mér alltaf mikið óvart. Já. Við séum með tebúið og við séum núna að taka í 3. skipti topic sem að ég tengist draugum. Það er svo off-brand sko, en satt svo gaman að því. Þetta er bara magnað að þetta er í alvörunni. Hvernig byrjuðum við á þessu? Akkur tókum við fyrsta draugu þessu þáttinn? Geggjuspurning. Það var alveg svona early on, sko. Það var það, sko. Og hvað kom til að við varum bara, tökum við draugu þessu þátt? Ég held bara því að við báðar erum, þú veist, svo ógeðslega fascinated af þessu, að við vorum ekki svona, já, þú veist, pröfum þetta eitthvað. Já. En little did I know, sko, ég held aldrei að taka part 3. Nei. Þú veist, ég held í alveg að þetta er bara svona eitthvað til þess að svala minna þinni þörfum að ræða þetta. En ekki að þetta væri eitthvað sem aðrir myndi vilja hlusta á, sko. Nákvæmlega. Það er margir sem að tengja, sko. Já. Ég held líka... Alveg margir, sko. Eða svona fyrirlega margir. Já. Ég held að sé líka bara ógeðslega mikið, þú veist, það er enginn eitthvað svona að ræða þetta. Nei. Þú veist, það er talum, þú veist, maður er ekkert eitthvað í dagstaglega að ræða þetta við vini sína eða vinkonu eða eitthvað. Maður veit líka aldrei hvern maður getur verið að ræða þetta við. Ég veit það. Maður er svona, ert þú? Trúir þú? Nei, ekki heldur. Já, nei, ekki heldur. Það er mitt máli líka, maður er alltaf svona að passa sig eitthvað svona, að því að þú veist, það eru alveg fólk að núti sem bara trúar þessu enga veginn, bara 100% og það er bara fæn. Já, bara so be it, sko. Já, you're missing out. En það er, þú veist, gaman við séum búin að finna þarna hópa fólki sem allan hlustar. Já, þetta er ekki á þessa þætti. Kannski fílaðu ekki einu sem þegar við tökum okkur Hollywood topic. Einmitt. Kannski bara drauga sig þarna. Love it. En við erum með svolítið skemmtilegt konsept í gangi núna. Við erum aðeins að breyta hristu upp í þessu. Ekki? Jú, við ætlum að gera 2 parts. Yes, sure. Við ætlum að hafa drauga viku í staðin fyrir 1 drauga sig þátt. Það er nú bara af því að skilabóðin sem eru að senda okkur, það er bara, þetta er ekki... It's overwhelming, sko. 100%, en það er geggjað, þess vegna finnst okkur svo leiðilegt að ná aldrei að, þú veist, við erum ennþá að svara eins og í þessu þætti og þannig erum ennþá að fara við sögur sem við fengum í fyrra. Já, oh my god, getur stakka við okkar skrýta að segja það. Síðan nóvember? Já. What? Finnst það ekki spes? Jú. Okkar mikið. Ég veit það er svo mikið svo þess að ef við ætlum eitt að catch up og þú veist, líka því að þú veist, þeir eru kannski búin að senda okkur message request á Instagram með sögun ykkar. Já, og kannski erum við ekki búin að svara líka heldur því við viljum heldur ekki týna sögunni. Og þá er eins og við séum eitthvað hunds ykkur sem við erum ekki að gera. Já, við lendum því núna að við fundum ekki söguna sem voru í inboxun okkar á Instagram. Þannig að geggja, eru búin að senda okkur eitthvað þar að senda okkur e-mail af því það, við getum geymt það betur þar. Já, það fyrir ekki neitt þaðan, sko. Nei. Sem betur fer. Að því að svo voru við líka með gjafaleik og þetta fór allt í eitthvað vold þarna inn á message request. En en við viljum bara, það er svona tökum þetta part í 2 pörtum núna, þessari viku. Þannig að þetta er drauga vika. Drauga vikan. Spooky season. It's spooky season aftur. En það er samt, þú veist, eins og við vorum búin að tala um í síðust þáttum, að það, þú veist, byrja að byrta til og vera svona aðeins vorlegra. Þá er alltaf minna draugalegt. True. Er þetta ekki svona? Jú. Já. En það er svona svo gaman að tala um drauga svona smáður. Já, guð, það er alltaf gaman. En það er svona, þú veist, finnst eins og ég muni lenda í minna núna. Heldur en svona þegar ágúst kemur. Já, maybe. Mér finnst alveg sumri vera draugulega af því það er nótt eða svona bjart, það er alveg creepy. Já. Fattar mig? En það er svona allt bara meira creepy að það er dimmt. Já. True. En það ekki? Já. Já. Æ, ég veit ekki. Þetta er bara, þú veist, ég veit ekki, svo er jörðin búin að vera fucking creepy. Jörðin? Já. Já, bara jarðskjálftanar daginn. Það voru einhver 100 jarðskjálftanar daginn. Hvað er í gangi, sko? Hvað er það? Þetta ekki. Líka bara svona margir röð. Já. Hvað þýð það? I don't know, sko. Ég er með smá take out eftir. Það? Já. Spennt. Ekki þannig, sko. Ég er ekki veðurfræðingur en svona smá take, ok. Veðurfræðingur? Jarðfræðingur. Já, það er málega. Ég myndi halda að vera þetta er ekki veður, sko. Ég er hvorugt, augljóslega. Veðurfræðingur, jarðfræðingur. Jú, ég get alveg verið jarðfræðingur. Já, veist, ég er hvorugt. Já, þú er hvorugt, já. Alveg 100%. En ég er svona smá, sem tengist þessu ódraugum og svona. Ok, spennandi. Þannig að við ætlum að kíkja í það. En við ætlum samt að byrja á því að tala um ísbúðun okkar. Já, huppu. Já,
það okkar ísbúð bara átó ísbúðin okkar our one and only og þeir eru opnað daginn í Hafnarfirði nýja búð við vorum ekkert búin að minnast það Nei. Þeir voru opnað í Hafnarfirði, það geggjað já, svona sko, það er líka margir staðir já getur farið bara wherever sko, liggur við 100% svona, ég held að vanti bara út á land og þá eru búin að kofera, fyrir utan Selfoss náttúrulega þá eru búin að kofera, mér Selfoss eru út á landi sko. Já, það er ekki höfuborg sko. Nei, nákvæmlega en myndið Hafnarfjörður teljast höfuborgarsvæði já, höfuborgarsvæði ekki höfuborgin nei, það er ekki veik það er svolítið, ég er heldur ekki landkönnur landkönnur, það er ekki hvað ég segja elsku besta mín já, en já, við mælum með að kíkja að fá þessu tebúðsröfin í Hafnarfirði í nýju búðinni auðvitað maður verður alltaf að prófa nýja búðir sko já, það er líka bara geða skemmtileg upplifun að sjá hvernig það eru ógeðslega misjafnar bara svo þessi sem er í Álfheimum sem að við fórum alltaf í þegar við vorum alltaf bara í MS í skólamána við hliðina þannig að þegar maður var að taka svona þú veist, kvöldrúnda ísbíltúrsrúnda svona þegar maður var nýbúin í MS og þannig þá var það alltaf í Álfheimum en núna erum við báðar fyrir við miklu meira í Garðabæinn en það er ógeðslega gaman að pröfa nýja staði I love it það er alltaf smá öðruvísi en tebúðsreyfurinn er alltaf góður já, og hann er allstaðar hann er allstaðar nefnilega, líka út á landi já á Selfossi í sveitinni en svo er það líka auðvitað Laugaspa Organic Skincare sem við elskum Herru, hérna sjáuroljan já, besta hún er best sko já. Líka bara, það tekur svo stuttan tíma núna sko, ég lifi bara fyrir hluti sem tekur stuttan tíma núna og það var orðið þú veist, það var ekkert orðið þreytt en það tók alveg lengri tíma að vera að setja olíu á sig eftir á þannig að þú veist að fara svona flýtisturtu eða þú veist að fara í sund sem er mjög gott að gera þegar maður er til dæmis óléttur fer maður mikið í sund það er svona einhvern veginn að því mann líður eins og mann sé kvalur á þurralandi en þannig líður mann svona kvalur í vatni á réttum stað þannig að það er þægilegt að taka hana með til dæmis þangað og þá þarf ekki að vera að bera á mig þú veist eftir styrstu sjáurólið, já. Að því þú veist, það er svo fljótlega gert. Það er ógeðslega næs og það er geggjað að nota líka til að raka sig. Sem raksápu. Að þetta moistur upp húðina. Ég hef ekki pröfað. Og svo bara shave. Ég ætla að pröfa það. Það er styrla. Ég er bara að tala um hvað þetta er þú veist, því að bodyoljan eftir á, ég gera hana svona þegar ég fyrir að sofa, þú veist, bara bodyoljan frá, Laugaspa. En sjáuroljan, ég elska að nota hana svona ef ég er að flýta mér á mótnana eða flýta mér úr sundi eða eitthvað. Fær rakan sem þú þarft samt smáður. En samt verður ekki svona greasy í fötin, fattar þú? Nei, alls ekki. Þú veist, þetta er svona flýti, þú veist, þá getur maður gert svona ljótt og mega nice. Já, I love it. Hvað lykt á þú? Báðar. Það? Já. Hettin. Lemongrass og sweet number, I love it. Ég er með lemongrass núna. Elska. The summer vibes, já. Svo fer ég myndir að skipta yfir í sweet number í svona ágúst. Já. Ágúst, já. Love that, sko. Þú veist, þar segja að ég, kannski verið lengur búin að skipta fyrir það. Já. Who knows? En hefur digging deep. Yes, sir. Það er að hella upp á það. Já, afsakið. Já, þeir eru bara ekki fyrirgefið. Þetta er þá 2 tepollar can a day. Já. Það ekki? Jú. Að þið viljum að taka part 2. Nákvæmlega. 2 cups of tea. Cups of tea. Það er lagi. Það er bara best. Það er bara góðu lagi. Það er aldrei mikið að tea. Þú getur ekki teað yfir þig, held ég, sko. Nei, ég held það sé ekki hægt. Ég sé svo mikið eftir, við höfum ekki verið með mjólk og sykur og svona dótri í Royal-þættinum. Á grís. Hvað er það? Við hefum að vera með, Earl Grey og mjólk. Já, og sykur. Við gerum það í Dínu-þættinum. Verðum vel að gera. Við eiginlega bara heiðrum Royal-fjölskylduna ekki nógu mikið með því að vera ekki með mjólk. Nei, þetta var bara disrespect, sko. Eiginlega? Já, við erum ekki að lakrist þér. Jesus. Hún Elisabeth var ekki ánum með okkur. Nei. The queen herself. Hún beta, eins og sem myndi segja. Hjálpa okkur. Geta ekki kallað hana beta, sko. Nei. En herru, áður við förum hún í draugasveitnar sem allir er búin að senda okkur og svona. Þá langaði mig að tala við eitt. Við erum búin að tala ég held svona allir sem eru að fara að hlusta núna á þennan þátt part 3 þeir eru búin að hlusta part 1 og part 2 Pottet. En við erum búin að taka fyrir til dæmis andaglas við erum búin að taka fyrir til dæmis fylgjur sleep paralysis og sögurnar sem við höfum verið að fá hafa svolítið verið tengdar því sem við svolítið svona tekið fyrir ég held að sé eitt vinkill sem við erum ekki búin að tala
miðlar. Það ekki? Jú. Við erum ekkert búin að ræða það. Nei, við erum samt búin að tala okkur langi að fá miðil. Já, 100% í þáttin. Já. Það væri sturlað. Þannig ef ykkur þekkir miðil, vilja miðla vera on TV, skilur, eða í mynd, eða hljóði. Góð spurning. Þetta er alltaf svo secret, eitthvað svona bak tjöldi eitthvað, ég myndi mér að enginn megi vita hver þeir eru og eru svona nafnlausir með feiki nafni eða eitthvað. Það geti alveg verið, sko. Hvernig myndum við túlka, segjum að þessi miðl sem myndi vilja koma til okkar og fyrir þá sem horfa okkur á YouTube vita að við erum með 3 kamerur basically. Já. Svo erfitt að fela manneskjöðinni. Það væri samt hægt. Já. Þess hún gæti sitið við endan á borðinu þarna, snúið baki í stóru kameruna og myndalina bara á okkur. Já, þú getur bara slögt á miðið myndalina. Já. Vá, það væri creepy. Myndu svona gera röddina svona skilur. Já, en samt ekki hún væri pirrandalust á, en svona svona smá En það var ekki þannig að ef ykkur er að hlusta sem er miðill eða þekkir eitthvað sem er miðill þá er að pröfa að spyrja aðilann. Já, þannig að spyrja á hvort að hann væri up to it eða hún. En væri við þá að fara, láta hann að miðla okkur? Já, ekki. En það geta alveg orðið persónulegt. Eða bara spyrja hann hvernig er að vinna sem miðill. Bara viðtal. Já, getum gert það. Já. Hvort niður sé eitthvað creepy og eitthvað hannig. Já, bara svona hvernig það virkar. Já. Okkur erum við sama manneska. Okkur er bara við erum syngað, ég get ekki, sko. En þú hefur aldrei farið til miðils? Nei. Ekki heldur. Mér langar, en ég er ekki þóraði. Ég er nefnilega, mér langar en þórið ekki. Ég held að myndi ekki gera að því þórið ekki. Nei, ég veit ekki hvað hvað ég er að fara að koma staði. Hvort það sé að fara að opna fyrir eitthvað gáttir með drauga eða hvort ég sé að fara að koma staði eitthvað mig. Já, einmitt. Hvernig er degi eða eitthvað? Nei, þau megi ekki, það er reglur með meila. Þau megi ekki segja neitt slæmt. Ekki? Nei. Og okkur ferðu, ef þú bara fara hann að veist að hún er ekki að segja það slæma? Hún mætti ekki segja þér, bara eitthvað svona, ég segi alltaf hún að því ég hugsa alltaf mér sem konu, veit ekki af hverju. Það er bæði kallmenn og kvenmenn í þessu. En að því ég þekki einn miðil og hún er kona, þess að segja hún. En hvert þarf að fara með það? Það er mig ekki að segja. Já, þú veist, ef myndi sjá bara og þú ert að fara að deyja á morgun, þú myndi aldrei segja það, sko. En er maður ekki að fara til að vita það, skilur við? Þú ert að fyrir að vita, þú veist, svona hluti það er því að veit það ekki. Já, getur verið. En þú veist, það er að vita svona hluti framtíðina, en ekki eitthvað sem að, þú veist, held að það sé eitthvað, þau megi ekki segja, þú veist, eitthvað taka ákvarðanir fyrir þig, þannig séð. Ég held að sé ekki bara þannig, ég er ekki að reyna að disrespekta miðlastjættina. Að þið bara, stjættina. Já, það er örugglega stjætt. Við veitum bara ekki að því. Það er póttið eitthvað samfélag, sko. Já, 100%. En heldur að megi, þú veist, heldur að það get ekki vita það, skilur við. Og þau eru bara svona, nei, þau megum með að reglan hjá miðlunum. Þau megum ekki segja það. Nei, ég veit ekki. Það gæti verið bæði, skilur við. Það er líka bara, þú veist, ef þú ert miðill, væri eitthvað að fara að segja bara, herru, þú ert að deyja þetta á morgun. Passaði. Já, passaði. Ekki verið talennis. Já, mitt. Þú myndir ekki aldrei gera það. Þú myndir vera bara miðill, bara, ok, I see this. En þú gæti kannski preventa eitthvað slys. Já. Ekki, kannski segja þér eitthvað svona, passaði að vera ekki í bílum. Já. Aldrei fara í bíl. En preventa eitthvað slys, þá er svona spurning hvort að miðlar sé farin að grugga í, þú veist, því sem á að gera. The fate. Já. Það má náttúrulega gera það, þá fókst allt upp. Já. Skilur. Nú byrjuðu að flakka milli vita og eitthvað sitt. Það er eitthvað svona sem ég er ekki redd í, sko. Nei. Að flakka milli eitthvað vita, sko. Nei, en en já, miðlar yfirleitt virka þannig að, þú veist, fyrir þá sem ekki vita, held ég aldrei farið til miðils að þú setjast niður með þér og eitthvað svona og svo stundum ertu beðin að koma með hlut eitthvað sem að, þú veist, þú ert að reyna að tengjast við eitthvað sem er fallin frá. Já. Og stundum er beðin þig að taka eitthvað hlut með þér. Er það alltaf þannig að þú ert að tengjast við eitthvað sem fallin frá? Nei, stundum held ég þetta sé bara pínu svona miðl/spákona. Vá, þetta er svolítið creepy, sko. Þetta er mjög creepy. Hvað vill maður, þú veist, en gæti ég reynd að tengjast við eitthvað sem ég þekki ekki sem er dáin? Já, en þú veist, það myndi engin... Nei, þú veist, þú veist ekki eitthvað Rob Kardashian, skilur. Já. Veist hann það?
Við spreyka þannig, já. Bara Elvis Presley eða eitthvað. Já, nei, ég meina það eru hjá miðlum, þá er það þannig bara, það eru ákveð fólk sem fallið frá, sem að fylgi þér náttúrulega og alltaf svona frekar nálægt þinni nærveru og það fólki sem það ná að tengjast við, það er gríðalega ólíklegt að Elvis Presley sé eitthvað gett nálægt, you never know samt, sko, ég ætla ekki að taka af þér. Takk. En, you never know, en ég veit það ekki. Nei, já, góð punktur, sko. Þeir eru náttúrulega, þeir alltaf að tala svona, hann afiðinn, hann segir þetta. Já. Og svo þetta bara alltaf bara eitthvað sem að manneskjan á bara ekki að vita, það ekki til á Google og já. Sem bara eitthvað funky dæmi. Það nefnilega funky dæmi. Já. Og eins og segi, þetta svona, þú mætið til mails og þú beðin kannski að taka eitthvað dót með þér sem að tengdist manneskinu sem fallin frá sem kannski reyna að tengist aftur við. Svo kannski nærði ekki tengist þessu mannesku. Eins og segjum ég myndi taka bara bindi frá afa. En svo kannski kæmi amma mín. Já. Það getur líka alveg gerst. En svo til alls konar miðlar. Það ekki bara til svona ég held að miðlar eru líka pínu svolítið svona spákonur stundum. En svo til læknamiðlar. Lögreglumiðlar. Já. Þeir eru ekki lögreglumiðlar en það eru til miðlar sem að lögreglan leitar til þess að hjálpa í málum. What? Bara fara með svona evidence og eitthvað? Já. Bara, veist þú segjum, ég hef oft heyrt þetta í, keisum úti að þá svona last resort svona, það sakar ekki að spyrja. Nákvæmlega. Eitthvað svona, veistu hvar og ég man eftir sérstaklega eftir einu máli þar sem að miðlinn benti á, svona, hvað heitir það? Þegar það svona vatnir að síga, svona grifja eða þannig. Svona... Að skrifja eitthvað svona úti. Já, ok, grifja, er það heitir það bara grifja? Já, bara svona eitthvað stípla, eða það er svona úti í náttúrunni, Já. Og hún benti eitthvað sá, svona, ég held að líki gæti verið ekstra kring þetta og það fannst þar. Oh my god. Já. Pældi ekki að miðlar gæti þá hjálpa mörgum svona missing persons úti. Bandaríkjunum. Og það stundum leita til þeirra. Já. Svona sem lögreglan tekur þessi sem svona, En af hverju eru þau bara ekki að vinna við þetta að finna allt svona fólk? Ég veit ekki hvort að vandamáli sé að, A, ekki nóg margir trúa, B, stenst þetta nóg oft. Já, einmitt. Skilur. Hver eru tölfræðin? Já. Það sakar ekkert að spurja. Nei. Og tjekka. Og svo geta það verið bara tilviljun að... Geti líka verið það, skilur. Já. Eða bara hún sá. Já, eða það. Drögin. En ég veit ekki alveg hvernig læknamiðlar eru víst þannig, að þeir bara geta litið á þig. Og sé hvað að þér? Já. What? Bara hort í auguna þeir sé bara hvað að í maganínum. Með lifrarbólgu eða eitthvað. Oh my god. Það crazy. Það er talent. Það er talent, sko. Það svona eitthvað, já, að geta... Það myndi maður ekki bara fara í læknisfræðina líka? Það er bara geggja góða læknir. Jú, nákvæmlega. Myndi maður ekki bara gera það? Já. Það er snið. Það er alveg snið, sko. En það er líka sem að lækna með, ég held að það sé svona eitthvað sem að þú ákveður að fara til að gera þegar þú veist ekki, Já, það er ekkert svona hægt að greina það með sínum og eitthvað. Fattur mig, já. Það er bara þegar þú veist ekki betur, skilur. Já. En að því að eftir hann bara síðasta þátt, mannst ekki, sendir þessa sögu, þess til einhvers Facebook-grúpa og ég held að við sem ekkert að spoila neina, eða ég held að segja ekkert persónu endamál. Það til Facebook-grúpa, en að þetta var postað þar, er þetta þá leyndamál? Ég veit það ekki. Ekki heldur. En bara zoom í þá. En þá var einhver kona sem postaði inn í Facebook-grúpu og þessi Facebook-grúpa snýst svona bara svona foreldratips. Já. Eitthvað þannig. Og það var einn sem segir frá því og bara eitthvað svona að fyrstu mánuð dætrunar hafi bara verið hræðilegustu mánuðir lífsinnar, bara því að barnið hennar bara grét og hún vissi ekki hvað hún ætti að gera, bara það var búið að reyna allt sem hægt var búin að reyna og hún sagði bara, við þessi foreldrar vorum bara að breytast í zombie, við vorum bara að sóna út og eitthvað þangu til að eitthvað segja við hennar, ertu búin að pröfa til lækna miðils og þá var hún búin að pröfa allt og hún eitthvað, fuck it það sakar ekki að reyna fór og þá sá miðillin að það væri illur andi að fylgja barninu. Oh my god. Fattaru? Já. Það er mannst ekki sendir þessa sögu? Jú.
Tókuðu ekki eitthvað svipaða sögu í part 2 sögu, það var eitthvað sem senda okkur svipaða þá var eitthvað sem senda okkur svipaða að barnið sitt hefði alltaf verið órulegt hún setti salt í gluggann og það virkaði og þess vegna hef ég fengið þessa sögu senda af þessari Facebook-grúpu eftir part 2 sko. en þá sá ég mitt lækna miðill og þá var ég eitthvað svona interesting take að því að akkur hann læknir þarna í þessu tilfelli lækna miðill, ég veit það ekki akkur það ekki, hver er munurinn þarna það er góð spurning sko og þarna sér hún bara hann anda en kannski ætlaði hann að tjekka hvort það var eitthvað að barninu líkamlega en fekk bara að það var andið hana interesting hvað gerði hún aftur? Ég man ekki alveg hvað hún gerði en hún nei það var bara eitthvað svona blessað eða lokað fyrir gáttina og eitthvað, og þetta hætti sturlað það creepy sko þetta verður mitt fyrsta gísk ef að barnið mitt græði bara strax bara, heyrðu, komum lækna miðl hvað finnum maður þá? Það er líka það hvar er þetta leynisamfélagi af öllum þessum miðlum af því að þú veist, ég ofta átt þessu samræðu mömmu mamma var, því ég var yngra var ég alltaf að spákunum að miðlum og eitthvað svona henni fannst þetta ótrúlega mikið sport finnur, lappar bara niður lögun finnur það bara eitthvað leyni herbyggi já, bara hvar vitum allt þetta fólk hlýtur að vera bara þú alveg heyrstu marga sem að fara til spákuna miðils, ekki? Herðu, þú googla bara Facebook miðil og koma nokkur upp það er svoleiðis já, fullt af þeim hérna I'm greinilega ekki búin að þeir eru greinilega bara undir nafni hérna sko og með myndir af sér og eitthvað já, ok, þá vil ég kannski koma podcasti já, það sendur skilbóði já, hverju hæ sakar ekki að prófa já, ég var að byrja að sögurnar eða já, ég ætla að segja eitt með miðlu okay. mér finnst þetta svo interesting en það er líka hægt að vera transmiðill hefur heyrt það? Nei hefur aldrei heyrt það? Nei ok transmiðill er svona miðill sem að fer í trans af manneskunni sem hún er að ná til oh my god já þannig að segjum að ég sé miðillinn þinn núna og ég er að tala mína já. Og þú verður það bara ég verð það maður wow, hún er bara verður bara andsetin eða basically Váka, það er mikið álag á þig á líkamæðin, já oh my god já pældi ég að væri bara einhver ókunni manneskja bara að segja þér hluti barnæskuna þína bara já, mannstu við fengum okkur ís í sjoppunni og þú varst bara, what the hell hvað skriðu þú mannstu örugglega ekkert nei þetta er svo steikt ég veit það, en ég heyrði bara fyrst að þessu að transmiðl ángriðs væri til bara í fyrra ég verði eiginlega að ég veit ekki hvernig trúi mín er að miðla ég er alveg sammála sko en mér langar svo að fara bara til að trúa í skilur bara svala, já, 100% og þá geti ákveðið mig bara og fattar við að það pínur svona, þú veist mér finnst alltaf pínur skrýta að vera eitthvað að ég trúi ekki að maður hefur ekki pröfað já. Þannig að þú veist, ég er ekki búin að make up my mind hvort ég trúi eða trúi ekki að ég var aldrei farið þú veist, auðvitað er til, ég trúi að sé til miðlar já, en ég trúi líka að margir séu scam ég líka þannig að já, ég held að það sé þetta er interesting sko það er mitt máli sko, ég nefnilega það er svona verðu við eitt að fara bara til þess að geta ákveð okkur það er bara, það segir mér einn hlut svo fer ég já. En það er Real Housewives voru alltaf að gera þetta já, en það var scam er hún einhverjum, medium þættinir miðlinana, þeir eru byggður á hennar lífi hjá miðlinin sem kom í Real Housewives hefur séð medium þættinars já, er það í alvörunni? já á þarna konunni sem var Gugu Gaga já, í fyrstu serju hún var Gugu Gaga, sko, ég er ekki að vera leiðileg en hún var alveg hún var umulig já. En já, það er byggt á henni og það er alveg what? Já, það er mjög góð þættir sko já. Það er mjög góð þegar og lítil já mann settir svona þáttunum með hvað heitir hún? Jennifer Love Hewitt Jennifer Love Hewitt, já það héti eitthvað Ghost eða eitthvað já, hvað var því Ghost Whisperer? já, oh my god, hvað ég elska þá horfður ekki á þá? Nei, ég held ég hef ekki hort á Birta, okay. sem drauga fan þetta, ég held að þetta svona byrja svona drauga bara diskunum mér, ég áttar allar DFD sko. Já, seriðnar ég elskaði þetta þetta er góð vákæfur til að horfa í þátt já, en svo líka til þáttur sem heitir Hollywood Medium with Tyler Henry Tyler Henry er sérst ungur gæi hann er bara mjög ungur hann er bara 96 eða 97 eða eitthvað já. Og hann er bara að verða eitt frægasti miðill í Hollywood og hann fer heim til bara
hann fer heim til allra, bara hann hefur farið til fáránlega margra og það bara þættir og hann bara farið heim til Kristjaner og Chloe og svo hefur hann farið til Rebel Wilson og bara ógeðslega marga og hittir alltaf á, sko Visslega gæti þetta verið leikið og allt það við veitum það alveg Já, gerum okkur fulla grein fyrir því en, Já En af hverju ætti að leika það? Eða af hverju ætti af hverju myndi ekki bara, nei, þetta ekki rétt, skilur Þú sérð alveg, alveg mennarna sem eru búin að vera svona gett eitthvað svona eins og Paul, hann fór í þetta hann að fyrirhandi maður Adrian Já með nýju konu sinni hann fór, það var þáttur þar sem Tyler Henry fór heim til hans og hann var ekki svona, já, ég veit ekki hvort ég trúi svona, svo bara brotnaði niður og fór að gráta að því að Tyler Henry hitti bara á 100% rétt Oh my god, ég get ekki, sko Ég veit það En já, transmiðl, ég veit ekki, ég held að það sé alveg pínu svolítið svona creepy, sko Já, það er creepy En eins og ég var að segja hann, það er sérst ein kona sem ég þekki eða svona, já, þekki sem að er miðl en ég hef aldrei farið til hennar eða Vill hún koma í þáttinn? Ég veit ekki Spyrum hana En hérna, ég hef aldrei farið til hennar á þann, ég farið heim til hennar af allt öðrum ástæðum bara í matabúð eitthvað þannig en ég hef aldrei farið til hennar út af svona eða, og hérna, en ég er samt alltaf að hugsa þegar ég er í matabúð eitthvað er hún að lesa mig? Sér hún eitthvað sem ég sé ekki og ég man því ég var nýlega orðin ólétt þá fór ég til hennar, eða fór í mat til þeirra og hún segi eitthvað svona og ég veist ekki kynið, hún segi þú ert með stelpu það ekki og ég segi ég veit það ekki nei, já, eitthvað og ég eitthvað, er ég með stelpu? Ég veit það ekki, ég eitthvað, nei, ok Einmitt En ég meina, þetta er 50-50 en þetta var rétt En samt, já En svo var ég einmitt hjá þeim aftur fyrir ekki svo lengur síðan og hún spurði mig eitthvað svona og ég tek allir sem hún spyr mig gett svona is this a sign? Og því hún spurði hérna hvað hún ekki spurt eitthvað svona, hvernig settu dagur á 5. apríl, ok svo sann svona, hvernig gekk fæðingin hjá þér þegar þú fæddist og ég er bara fínt, ég kom bara á settum degi og bara, gekk ágætlega þetta bara erfitt og allt það já, mamma, ég fór ekki til keisara neitt svoleiðis ég eitthvað, nei, það var ekki svoleiðis að þér heldur já, Er hún að segja svona, nei, það verður ekki eða, nei, það verður ekki Fattur þú? Ég veit það ekki Er hún að segja svona, það verður kannski Já, ég veit það ekki What? Þú er aldrei að spyrja neitt nánar onni í þetta að ég vil stundum bara ekki vita svarið og ég er bara svona nei, eitthvað ok Þetta er alveg random líka að spyrja þessu eða Jú, sjúklega random að segja þetta líka með keisara og eitthvað Já, hún er svona, þú varst ekki tekin með keisara Nei Akkur ætti það að skipta hvað máli skipta það? Nei, það skiptir engum máli Nei, af hverju myndum maður að spyrja því? Ég er svona að reyna að fatta hvað hún er að reyna að spyrja Já, það, hún Fann hún einhvern keisara væp? Já, eða, eða sá hún fram í tíman að fæðingi mín yrði gett auðveld og var gett svona, hún heppin með mömmu sína Já Eitthvað, En hver var að tekið með keisara? Aron Að það? Já Hann var ekki hana? Nei Þannig ég veit ekki alveg Ég er svona, hvað liði Já, ég veit ekki Þannig að þetta er pínu búin að vera svona what did she mean? Já, vá Maður er bara svona over-analyze allt sem hann segir. Ég veit það svo líka eitthvað mann, þú veist. Það skilur bara forvarnast bara randomli, bara, ætlaði að vera keisari. 100%. Það geti verið bara það og ég eitthvað, oh my god, eitthvað. What do you mean? Og svo eitthvað var ég líka, voru við eitthvað svona útskrift heim og ég var að labba út og hún eitthvað svona, var bara að segja bara eitthvað, þú lítið svo vel út, bara svona eitthvað hrósa mér eitthvað með óléttuna og svona. Bara mega næs og svo hún eitthvað, já, myndu svo að taka D-vitamin. Ég var alveg, já, ég vil ekki það. Hvað veitum bara harst ekki að taka tíu? Já, og það er what the fuck? Ætlum sé lækna með þill? Já, það getur verið, sko. What? Bara að tala um eitthvað svona keisara, vítamin? Já. Þannig ég verið eitthvað, Bara til hennar í stað fyrir að fara í blóðpröfu og alltaf með járn eða? Það er þægilegt maður. Já. Það er eitthvað ykkur blóði. Nei, ándjóks, ég er mjög áhugasum með svona miðla, sko. Já. En ég hef heyrt nefnilega sem sagt það sem ég var að tala um hann sem er járskjálftaðan. Það er þess að transmiðl í Íslandi sem að, það eru margir. En það eru stelpur sem að ég veit sem að fari til transmiðls. Og við vorum eitthvað svona að tala um transmiðla heima og eitthvað þannig. Og
ein vinkona mín, hún segir eitthvað svona, já, fólki sem hefur komið til okkar í gegnum transmiðlafundina hefur sagt okkur alls konar hluti og þetta ekkert endilega fjölskyldumeðlimur, þetta bara random fólk sem að kemur fólk, dánafólki sem kemur random fólk. Já. Og það eitt sem að víst eitthvað svona sem að kemur, sem dáin sem að svona spáir fram í tíman. What? Má hún segja það núna? Dáin á manneskjan. Miðlinn bara tala fram í tíman. Já, en hún verður manneskjan, þannig ég þetta ekki lengur miðlarregluna. I don't know. A loophole. There's a loophole there. En ég svona reyns, þá sagði þessi stelpa að þessi manneskja sem kom í gegn hjá þessum transmiðli hafi sagt að það muni gjósa eldgos hjá Bláfjöllum. What? Á næstu 5 árum. What, það creepy. Já. Það nálægt. Þannig að við viljum bara hafa þetta á teipi hérna. Já. Og svo sjáum hvað gerist. Já. Eld svona fjall þar? Það víst óvirt eldfjall þar eitthvað þar, þannig að ættir hún ekkert að gerast. Oh my god, það nálægt heimilinu mínu. Bónusakennum, við erum ekki jarðfræðingar eða, þú veist. Jú, ég menntaði jarðfræðingur. Það var líka einhver dáin sem að sagði þetta í gegnum transmail, þannig, I don't know. What? Það var að segja þetta því að það er búið að vera, því að þú veist, að koma hann að hríða við jarðskjálftum og ég er búin að vera bara svona, ég er eitthvað. Oh my god. What the hell? Oh my god, ég vissi ekki að vera svona eldvirkni eða hvað sem það er. Nei. Spennandi. Hlaka til. Nei, hlaka ekki til. Nei, hlaka ekki til, sko. Já. En hérna, já, þetta er sorglegt. En það verður áhugavert að sjá. Ég veit ekki svo hvort ég mátti segja þetta en þú veist, whatever. It's done. It's done. It's on tape. Ég sagði ekkert hver sagði þetta. Nei. Ég veit ekki hver sagði þetta. Var eitthvað döður sem sagði þetta? Já, eitthvað döð. Úps, sorry. A dead person. Svo leðið. En, ok, nú getum við hellt okkur honni í sögurnar. Yes. Herru. Ég treysti mér ekki í að lesa, þannig að ég kann ekki að lesa. Jú. Nei, ég kann ekki að lesa. Birta, þú verður að lesa. Bulla? Ég get ekki lesið svona langt frá mér og með svona lítið font. Ok. Þannig þú verður að lesa. Ætlaðu að byrja bara á því sem við fengum í gegnum e-maili. Já, fyrsta sagan. Alright, fyrsta sagan hérna. Þetta er svona sögur sem þeir eru búin að senda okkur. Já. Ég er svo spennt. Þessi er svolítið juicy, sko. It looks juicy. Ég elska það svona fullt af caps lock orðum og... Erst þú ekki með sömu sögu opna og ég, eða? Er það ekki með fyrstu? Þú séð það? Nei, ég er ekki með þessu. Ok. Nei, fyrsta er neðst, náttúrulega. Já, ég opnaði hana. Já, þú spún opna hana þá hún opnast. Já. Er það séð hana? Já, þessi með fyrst. Já. Ok. Á, ég taka þetta. Já. Ok, hann segir inn hérna. Hæ, ég er með eina góða draugasögu. Ég var í Svíþjóð og var að gista á hóteli. Hótelið var gamalt fangelsi. Ok, elska. Það hljómar strax creepy. Já. Ok, getur það á okkur? Já, bara, I am so intrigued. Ok, hótelið var gamalt fangelsi og var sagt vera stundum draugagangur á hótelinu. I wonder why. Grins. Ég fór að sofa og svo vaknaði ég allt í einu, var sko andandi á fullu, við eitthvað vind í andlitinu. Oh my god. Pældi ekkert meiri í því og reyndi svo að fara aftur að sofa en ég heyri eitthvað í hotninu á herbygginu og ég sé að fatasláin með fötunum mínum er vaggandi og svo detta föti mín af. Oh my god. Ég verð svo hrædd og ég finnast ég að grenja en svo dettu ferðataska mín niður og ég fann aftur fyrir vind í andlitinu og þá verð ég hrædd. Vind í andlitinu líka? Já, af því það voru engi gluggar inn í herbygginu. Það er líka bara í andlitinu, þú veist ekki að finna þetta á hendina þeirra eitthvað. En hún tekur fram, það voru engi gluggar líka. Ói. Þetta maður getur ekki afsakað þetta. Einmitt. Hún segir, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það en ég fann fyrir einhverju eins og einhver var við hliðina á mér. Og ég bara það er svona andadráttur þá. Já, í andlitinu þér, þannig að mannskjan er nálagt andlitinu þér. Já. Ég fer fram til að fara til mömmu minnar en þá heyri ég eitthvað inn á baði. Það var æluhljóð. Eins og einhver væri að æla. Baðið var lokað svo ég sá ekkert inn en það var skuggi á hurðinni. Ég fer inn til mömmu og hún er ekki þar svo ég held bara hún sé inn á baði. En frænka mín sem svaf í sama herbyggi og mamma mín var sitjandi og grátandi. What? Ég og mamma spyr mín var sitjandi og grátandi. Og mamma mín var sitjandi, já.
Nei, frænkuna svaf í Já, sama herbyggja mamminar, já. Hún fann ekki mömmu sína, hann sé frænku sína sem bara sitjum á grátandi. Ég spyr hana hvað að og hún svarar ekki. Hún leggst niður á koddann og það eins og hún fer að sofa og ég reyna að sofna en ég heyri hljóð eins og eitthvað var að hlaupa upp stegan. Herbyggin sem vorum á annarri hæð. Það var á 2 hæðum. Já, ok, þannig að herbyggina var á 2 hæðum. Hljóðið í hlaupinu var endalaust og ég ætlaði ekki að hætta. En á endanum sofna ég. Ég sofna inn í herbyggja á mömmu og svo kemur mamma mín inn spyrjandi hvað væri að. Ég spyr hana hvar hún var og hún sagðist það að vera inn í eldhúsi að fá sér eitthvað að borða. Mamma mín þannig típa að hún fæ sér alltaf eitthvað að borða á nóttunni. Næsta dag spyr ég frænku mína hvort hún hafi vaknað á nóttuna og hún svarar nei. Og ég spyr líka mömmu mína hvort hún hafi heyrt eitthvað og hún sagðist bara heyra í mér grátandi. Ég ekki ennþá búin að jafna mig á þessu og ætla aldrei aftur á þetta hótel. Oh God. Vá, hvað stygt. Já. Það svona eins og hún hefði verið svona lucid dreaming líka. Já. Eitthvað. Ó. Kannski var hún vakandi samt. Já, það svona hefði verið einhvern veginn, þú veist, að dreyma eitthvað og kannski sjá frænku svona grátandi. En kannski var frænkunar, kannski var draugur búin að taka yfir hana. Kannski fann frænkan eða eitthvað en vildi náttúrulega ekki hræða hana eða eitthvað. Já. Það er náttúrulega yngri eða eitthvað. Ég ímynda mér á sig eldri. Frænkan, já. Já, ég ímynda mér eitthvað líka. Úff. Oh my God. Ef við taka næstu hérna. Já. Það er einu sem segir Hæ, ég horfði á draugaþáttinn ykkar og fann svo sjúklega fönn og ég með eina sögu og spurningar. Ok, spurningar. Ég hef alltaf verið að flytja mikið og mikið þegar ég var ung. Síðan byggði pabbi minn hús í Áslandinu. So great. Pabbi minn býr það líka. Ok, ég hef alltaf verið að flytja mikið og mikið þegar ég var ung. Síðan byggði pabbi minn hús í Áslandinu í Hafnarfirði og mamma mín hannaði það. Og það var mjög flott og alls ekki svona hús sem að sé stundum og finnst þau draugulega eitthvað þannig. Þannig að þetta er alls ekki draugulegt hús. Ég flutti þangað 6 ára og var með flott herbyggja á neðstu hæðinni og mamma mín var með herbyggju uppi. En pabbi minn vinnur á sjó og hann var ekki mikið heima. Mér fannst alltaf mjög erfitt að sofna ein niðri og mamma mín og ég höfum talað um það lengi en þá í dag. Já, þannig að hún man eftir þessu mjög vel. Ok, eftir eitthvað sem er, I guess, coming. Ég vildi alltaf sofna upp hjá mömmu og bróður minn líka og einn morgunin hef ég verið svona 6 ára, þá vakna ég eins og gerist, hún vaknar og eins og gerist, þá gat hún ekki hrift sig. Hún er mjög ung og maður hefur væntanlega enga hugmynd hvað er í gangi. Hún segist það var mjög kvíðinn krakki, þannig þegar hún vaknar og getur ekki hrift sig, þá er náttúrulega hjartað hana bara á 1.000.000. Hún segir eina sem ég man eftir að hafa hugsað var bara, ég er að deyja. Oh God. Síðan stendur og vissi 100% að þetta væri maður, en ég veit ekki enn hvernig hausnum er, sko, þú veist, já, þetta er svolítið svona. Já. Hún sést, hugsaði þarna, hún vaknar, getur ekki hreift sig og er bara svona, ok, ég er bara að fara að deyja og svo sér hún að það stendur maður þarna. Upp í rúminu? Já, bara beint fyrir ofan hana og hún bara frýs. Og þá segir hún hérna, þeir tölum að geta ekki hreift neitt en ég man eftir að geta blikkað og lokað augunum. Ég loka augunum eins fast og ég get og ég hugsa að þykist vera sofandi. Síðan finn ég þessa skrýtnu tilfinningu og það er eins og heilin eða hausinn á mér sé að segja mér að maðurinn sé að knúsa mig. En það skrýtna er að ég fann hann var líka knúsa bróður minn sem er sjúklega skrýtið en ég bara vissi það. What? Og ég fann að hann var að halda utan um mig og bróður minn eins og hann væri bara, já, að knúsa okkur. Og ég gat ekki andað þar sem að maðurinn var þungur. Þannig að hún byrja bara svona einhvern veginn að kafna og hún hélt hún myndir hreinlega að deyja. Shit. Síðan finnur hún að hún næri að tala og ég segi bara beint út, mamma, mjög lágt. Og mamma mín svarar strax, já. Sem ég brá mjög við, þar sem ég bókslega hvíslaði mamma. En ég segist þurfa að pissa, fer hún á bað og það er það eina sem ég man eftir. Í dag, þegar ég tala um mömmu þetta, þá segist hún aldrei mun að gleyma þessu kvöldi þar sem hún man eftir að hún fann á sér að eitthvað var að. Hún segir að ég hafi sagt henni frá þessu og þegar ég sagði
mömmu og pappa og ömmu þetta, þá sagði ég alltaf bara ég sá draug og þau svaraði ég sagði það alltaf ég skil ekki alveg hvernig ég það allavega Sorry, það er svo erfitt að lesa stundum þegar það er allt svona eitt samfelldur texti ég skilði mig vel sko það er ekki punktar en að nei, hún allavega lendir í þessu að hún er 6 ára, mann gett vel eftir þessu og hún er basically að segja að bara svona my life is a lie núna eftir að hlusta á þáttinn af því að þær setja sér sleep paralysis en hún hélt bara að það væri draugur en það er basically draugur sama, já. En vá, pældi að upplifa þetta 6 ára. Já, en hún segir, þú veist, þetta var gott, eða þú veist... Góð knús. Góð knús. Þess að hún talar þú veist, hún vissi einhvern veginn að þetta væri svona meira svo vendarengill. Já, góð orka. En samt einhvern veginn að vera svona að kapna líka. Það er svona það er brútal. Þetta er svo skrítið. Þetta er steikt, sko, en þetta er bara svona akkurat sleep paralysis sögur sem maður hefur sem maður hefur heyrt sko Úff Herru, tökum hérna næstu hún er aðeins styttri og svona meiri meiri greiningar á milli hún segir hérna þetta er ekki eitthvað mest creepy draugasann en þetta er svona eitthvað svona óþægilegt hún segir, ég er ekki talsmaður drauga en ég er alveg smá creeped out núna ég labbaði í gær út í ísbúð og þegar ég leiðin tilbaka þá hringdi securities í mig og var bara, heyrðu, ertu heima? Hún bara, nei, ég er alveg að koma heim. Þá segja þeir, það var hreyfing í bílskúrnum hjá þér og við sendum bíl af stað. Oh my god. Já. Síðan kem ég heim og þeir eru fyrir utan og fara inn og leita í bílskúrnum en það er ekkert þar svo þeir fara. Þannig að seinum kvöldi sit ég bara upp í sófa og ég er að horfa á sjónvarpi. Það er allt í henni slökkna öll ljós og ég bara, dammit, það er rafmagnslaust. En samt virkar sjónvarpið. Oj, hættu. Svo ég pröfa að kveikja og það kveikna bara leið. Bara hvað það? Þú veist, slökkna allir ljósinu í húsinu bara stundum og síðan kveiki maður þá bara allt í góðu. Svo það meikar engan sens. Síðan núna er næsti dagur og ég byrja að heyra svona vassljóð eins og þessi kveikt á sturtunni. Og ég tjekka sturtunni en það er bara slökkt á henni. Svo ég bara, þetta er bara örugglega úti. Eitthvað vassljóð utanfrá. Síðan seinni í dag fer ég út með hundi minn og fer út hurðina sem þú veist opnast inn í garðinn og ég stíg bara svona risa poll. Það var bara kveikt á útivaskranum og búin að vera að leka vatniða í langan tíma og þannig að það komi pollir yfir allan pallin minn. Sko bæði garðurinn minn er lokað með girðingu og hliðið sem opnast innan út af ég með hund. Þannig að ef þetta var bara eitthvað að vera fyndin þá er hann klifrað yfir grindverkið og er bara haha ég ætla að gera eitthvað svakalegt, ég ætla að kveika vaskranum. Það er alveg frekar ólíklegt. Já. En að mínum mati þá var þetta heimilisdraugurinn, hann Ragnar. Hann kom með nafn, I love that. Hann er svona stríðinn. Hann stríðinn. Já. Þetta er svona, þetta er eiginlega frænda hans Óla. Já, hvað skýrir þið Ragnar og Óli? Það er mjög grilla. Það er mjög skrítið sko. Já. Það kemur bara tímann einhvern veginn. Já. Þetta er einmitt svona mjög svona típisk sögur eins og ég var alltaf að lenda í. Já, þetta er svolítið ólega saga sko. Já, en hún er ekki hrædd. Hún er svona, meikar ekki sens. En samt Þetta er ekki svona illt. Nei, það gæti verið, já, þú veist, en samt hreyfingin bílskur, það var alveg creepy. Já, líka bara kannski kjúri þess að hringja. Já, þeir eru bara, halló, það er ykkur heima. Svo bara er enginn. Jú. Úff, þetta er alveg frekar óslægt. Ef að taka síðustu ánum fyrir síðan í, skipum þessu yfir í part 2. Part 2, yes. Ok, kemur þetta síðasta. Hæ, ég var að hlusta á draugasögu þáttinn. Ég er að bindsa tebúið í lokaprónum. Vel gert. Takk fyrir að gera það til lokaprófunum. Já, áttu ekki að vera að læra. Nei, við veitum ekki. Mér langar að deila með ykkur sögur sem afi minn lenti í þegar hann var ungur. Ok, elska. Hann var að vinna í húsi í Sundal, en þar varð kona úti í gamla daga. Og hún var úti, konan? Já, hún var bara úti og það er sagt að hún sé þar ennþá í dag og hún bara vendi svæðið þar í kring, bara sem einhvers konar andi. Eftir langa vinnudag kom hann heim og fór beint að sofa. Hann vaknaði nóttina við það að hann væri að kafna. Hann opnar augun og sér unga konu í gamaldags kjól að kyrkja hana. Oh my god. Að kyrkja hann. Og það sér hver að kyrkja sig.
og ég bara stað. Hann reynir að slá frá sér og reynir að komast undan henni. Maðurinn sem að svaf með honum í herbyggi heyrði í honum, reyna að anda en sá ekki neitt og hann bara fraus. Síðan kom mamma afa, sérst langamma hennar, niður í herbyggi hans eftir að hafa heyrt lætin og sér konuna og sló í hana og hún hvarf. Já. Oh my god, ég er mikið þess. Hún sagði svo afa að hann ætti ekki að tala um þetta við systkini sín né vini sína. Svo hann átti mjög erfitt með að sofa eftir þetta og hefur ekki verið mjög spenntur fyrir því að fara inn í Sunndal síðan. Oh my god. Þegar hann sagði mér þetta þá var ég svo hissað því hann er alls ekki típan til þess að trúa á drauga en þegar hann talaði um þetta sá maður að hann var þar hræddur og þú veist að hann getur ekki verið eins og hann sé að ljúga skilur. Það var mjög skrítið að sjá hann svona og ég hef aldrei verið meira viss um að draugar séu til. Ég sko að gæsahúð. Hún kemur hann inn, sér hann líka. Það er tvær manneskjur sem er að sjá. Líka, þú veist, ok, ef við ætlum að stimpla þetta með sleep paralysis, þá bara, þú veist, ok, þetta er svona... Þetta er ekki sleep paralysis. Nei, en segjum við ætlum að stimpla það. Þá vanlega er það ekki það mikil átök að mammans uppi heyrir í honum. Það er ekki sleep paralysis, það er engin annar sem að... Nei. Líka það að hún sér drauginn, skilur, þú getur ekki séð sleep paralysis hjá einhverjum, fattar þú? Já, nei, mamman, já, 100%. Ég er bara svona að hugsa út frá honum, skilur. Þetta er bara eitthvað svona... En það var eitthvað maður inn í herbygginu sem að gerði ekkert. Hann bara fraus. Pældi því? Þú veist, hann hlýtur að vera hræddur þá. Já, vá. Það er bara eins og sé eitthvað mannski að fara að drepa eitthvað, skilur, að því að hann er ekki að hjálpa honum, fattar þú? Nei, hann er bara það hræddur. Og líka bara, hún komi niður, sjáu konu vera að kirkja barnið sitt. Og fer bara að slæra hana í burtu. Og hún bara hverfur, já. Hún er greinilega vön, skilur. Hún er greinilega mjög opin. Já. Hún bara, hún var ekkert eitthvað, hver er þetta, skilur? Hún var bara, hey, peace off, ghost. En, eða bara, hún hélt þetta væri bara full on manneskja. Já. Og er bara, þetta er fucking barnið mitt. Skilur, þú veist, það er líka bara móðuræðli sem tekur yfir, skilur, sem að bara svona, það er sagt að bara konur hafi náðu að lyfta bílum upp til að berga börnunum sínum. Þú ert bara pínu fearless þegar að því kemur. Já. En svo hverfur hún. Já. Það er örugglega ennþá, ég er ekki að segja verra. Þetta er að fokka mér upp sem það, sko. Ég er svona að sjá þetta svo mikið fyrir mér. Já, ég líka, ég er svona ímyndum mér þetta. Já. Ok. Wow. Það er svo brútal. Já. Og líka þetta, ég elska svona, þú veist, hann segir, þú veist, afi minn er alls ekki típan til þess að, þú veist, ég fíla það sem ég trúi afina strax. Já, ég líka, ég líka, þú veist, að því að maður er svona, þú veist, það er líka eitthvað við það þegar svona eldri og ég veit ekki af hverju kallmenn, ég veit ekki af hverju, en þegar þeir viðurkenna þeir trúi, þá er ég bara svona, you've been through shit. Já, ágreif sammála. Já, bara að þú hefur lent í einhverju. Damn. Herru, við erum að splitta þessu upp. Það er svo mikið til þess að fara áfram yfir, sko. Yes, sir. Við erum bara spennt fyrir hérna part 2. Það er, við erum bara rétt að byrja. 100%. Bara part 2 kemur á 5. Já. Og sjáumst í næsta þætti. Sjáumst í næsta þætti með fleiri sögur og svo endilega bara áfram. Halda áfram að senda okkur. Senda okkur meir.